En nú samt bara þannig, Davíð, nú samt bara þannig að það bara einn banki sem fær svona stóra fyrirgreiðslu. Getur upplýst það hversu hátt þetta kaupþingslán vegna þess að tölur það hafa verið að reiki í það? Já, það hafði nú verið birt, held ég, óviljandi á einhverju neti þegar í hraðanum þegar voru að gera þessi frumvarp, þannig að þetta lán er 500 milljónir evra eða cirka 70 milljarðar króna, en það er til mjög skamms tíma. Þetta er svona brúarlán til mjög skamms tíma, bara til að gefa þessum banka tækifæri til þess að spreita sig og láta hann ekki falla í valinn vegna þess að hann hafi verið beittur kannski. En hvað gerist ef það gerist ekki? Ef að Kaupþing stendur þetta ekki af sig, hvað gerist þá? Þá mun Seðlabankinn eignast mjög góðan banka í Danmörku, FIH, því við tókum öll hlutabréfin í þeim banka að veði. Varstu sammála þeirri aðgerð að veita Kaupþingi þetta lán vegna þess að það eru svona einhverja sögur það að það hafi verið óeining það innan bankastjórnarinnar? Það algjör eining það og ég tilkynnti bankastjóra Kaupþings að það verið niðurstaðan. Það algjör eining það verið eining vill okkar þryggja félagana í öllum málum. Auðvitað ræðum við málum og nálgust kannski einstaka sinnum með mismunandi hætti, en það verið ekkert mál frá okkur verið afgreitt í ágreiningi.